Það engin stúri frá túrin. Það held ég nú, kæru hlustendur. Það Arnar Þór og Yngvi Þór sem heilsa ykkur þennan föstudagsmorguninn. Meðal af vatsa við hönd að sjálfsögðu. Já. Ég vona að þið, kæru hlustendur, séu það sömuleiðis. Við höfum rætt þessar kjöraðstæður áður. Við hættum ekki að minnast á það. Það meðal af vatsa í brúsanum, út í bíl. Já, milli lærana, þess að velja sig. Algjörlega. Nú eru koma vetur, þurrkurinn úti, styttist í snjókomu. En Lavazza verður með okkur út í bíl. Já. Og bara svona aðeins til að algjör staðalbúnaður líka bara í að halda hita þegar veturinn kikkar inn sko. Já, Winter is coming, það náttúrulega bara óumflýjanlegt. Svo líka sko bara, ég hef svolítið verið að opna mig með þetta, eða gerði það í síðast þætti, steg út með það, ég var að setja... Þú ert að setja helvítis mjólkina í kaffið og vil bara þakka þann stuðning sem ég fengi síðan ég opnaði mig. Þetta er ekkert feimnismál lengur. Nei, einmitt. Við reyndar rákust á Gitta á Lentsaran. Já. Ég held þetta sem feimnismál hjá þeim. Þeir sögðu bara svart. En ég sá að Kitti var að setja eitthvað út í kaffi þegar ég sneri mér undan. En ég meina... Það var eitthvað laumur búkastanda. Já, ég meina fólk tekur þetta bara í skrifum. Já. Rætti þetta mitt við Danna hérna á skrifstofunni. Já. Hann fór að segja mér að passa mig. Að mjólk í kaffi svolítið gateway drug út í harðari kaffidrykki. Já. Þú veist, eins og cappuccino og... Bara ég vil að setja sojamjólk eða eitthvað þannig. Já, þú ert komin út í mjög... Þú veist, ég sjá það sko. Þú sko, buddan, minkaveita, pingjant, grinnist næstur þú fer út á kaffihús. Já. En Lavazza, við bara... Þökkuðum enn og aftur. Já, þökkuðum enn og aftur og samningar hafa náðust, þau verða með okkur hérna áfram. Bara út í eilíðina nánast. Já. Þau eru náttúrulega okkar diggasti. Já, sko við settum á samningi við þau, það sem heitir á ensku perpetuity. Já. Það er bara eilífu. Bara perpetuity. Já, bara eins lengi og þið viljið og við viljum. Við vorum að heyra einhverju sem var að skipta, hvað var það í háskólinu? Það var einhverju að skipta nám að fara í viðskiptafræði út á Pingjunni. Já, herðu, einmitt. Já. Ég fekk það sent á mig í DM. Já. Þannig bara við höldum áfram að fræða kauða. Perpetuity. Það var aðili sem var skipti úr, hann hafði verið í sálfræði fór yfir í viðskiptafræði út að hann fekk svo mikinn áhuga á því sem við vorum að tala um sko. Og fræða fólk um. Þannig að við erum formulega orðnir áhrifavaldar. Já, þú? Nei, við. Herðu, svo náttúrulega gerist það á hann. Við vorum á fundi út í bæ. Já. Og þá kemur ágætur maður upp á okkur. Maður bara þekkir röddin ykkar. Já. Og þá var hann certified superfan á Pingjunni. Hendum huge shoutout á Hermansson. Já, Hermansson. Já, hann var með skúp. Hann með skúp, allir við það núna? Nei, tökum það seinna. En allavega, við erum með svona, þetta er nokkuð þetta þáttur í dag. Já. Kannski ekkert sérstaklega stór fréttavika þannig, sko. Ég veit ekki, þetta er á mörg að taka þannig. En það var ekkert svona, kannski sem ég sá einhvern gríðarlega skemmtilegan vinkil á nema kannski eitt. En svo er náttúrulega alltaf gaman að spóla við markaðinn, sjá hvað er búið að gerast og þessi vika er náttúrulega búin að vera alveg eldrauð. Já. Og sem dæmi er OMXC-vísitalan í Kauphöllinni, hún er búin að lækka einhver 5,2% núna síðustu vikuna sko. Já. Og er það ekki maður velti fyrir sér hvað veldur og það er náttúrulega búin að vera bullandi titringu núna á erlendum mörkuðum og sem dæmi, þú veist, Dow Jones vísitalan niður 6,1%, S&P 500 tæp 7 yfir sama tímabil síðustu viku. Já. Þannig að þú veist, það er ekkert eitthvað klikkað að gerast á Íslandi núna, skilur þú veist, sem veldur þessari lækkun. Þetta er náttúrulega bara correlation við erlenda markaði, sko. Já, er ekki líka bara að vera að búast aftur við vaxtahækkun þarna úti? Jú, ég myndi gera ráð fyrir því að það er búið að tala um það til dæmis í Bretlandi að verðbólga geti náð 20% sko. Sem er biljun sko. En Ásgeir er að halda vel á spöðunum ef að svo má orði komast. En sko, ef það er eitthvað að marka unnu okkar í bankanum og Hagsjána sem við mælum að sjálfsögðu með. Heyrðu, við ætlum að gera eitt. Við ætlum að henda inn link í Deepend og Pingjan hvar er skráðu ykkur inn. Þetta er hérna á vef Landsbankans. Þetta er ekki flókið að finna þetta, en við höfum fengið fyrirspurnir. Allavega, bara kom inn á það sem kom fram í pósti vikunar. Hrein í bílalán til heimila. Þú ert áhrifavaldur. Já. Og sko... Eftir Brynborgarþáttinn, þú fékkst þínu framgengt. Já, þau byrtu bara og sko...
Hvað þetta hérna? Á föstu verðlagi þá sýnir mér sko bílalán vera aukast úr 0,5 upp í 4 milljarða á þessu ári. Ertu að sjá þessa hækkun? Já, ég á part af þessu. Ertu að inni það? Ég veit nefnilega nokkra, þú veist. Já, ég meina það, þú veist, þetta ekki bara átóið það? Þetta óverðtryggt og reyndar á breytilegum vöxtum, en... Já, sko... En þetta nú ekki há uppæð, ég tók nú bara brot, sko. Nei, Já, á nú ekki verið að tala mín persónulegu fjármál en þú veist, ég maður fólksins, skilur. Það örlítið bílalán á mér þarna, en já, þetta reyndar alveg mögnuð hækkun, sko, og þetta náttúrulega bara í takt við það að búið að vera að moka út bílum, auðvitað núna. Sko, þetta bara þannig að takið tölunar, þetta 34% aukning milli ára með fast verðlag. Já, shit. Ætli þetta fari ekki að pompa niður síðan fljótlega aftur? Já, jú, þú veist, hver veit, who says, þú veist, 180% síðan februar 2020. Já, þetta reyndar, þetta magna. Fólk þarf að keyra góðan bíl. Já, vissulega. En sko, ég held samt að stórfrétt vikunar, vilt að ég komi inn á það? Eða ert þú með eitthvað, handa mér, einhver djús þarna á milli? Sko, stærsta fréttin fyrir mér í þessari viku að fyrirhandi stólfarsbróður minn. Það orðið sem ég var að leita í síðustu viku. Hefur gert það? Stólfars, já. Fyrrum kollegi, sko. Við vorum með sama stólfar. Já, einmitt. Skilurðu? Ég skildi þetta, sko. Já. Ég varst að þetta sé notað, sant? Nei, ég var að búið það til. Já, kollegi. Já, fyrrum stólfarsbróður minn, hann Sveinn, hann var að taka við nýju starfi. Það stærsta fréttin fyrir mér. Nú. Já, Sveinn, Friðrik Sveinsson. Já. Nýr rekstrarstjóri Arctic Trucks International. Já, til okkur með það, Sveinn. Til hamingju með það. Varst þú með eitthvað starra en það? Já, ég er með... Sveinn ekki nógu góð fyrir þig? Þetta ég með stærstu frétt vikunar. Þetta bara stór frétt og sko, Ásgeirsbólgan. Já. Hún tekin að lækka. Já, hún í hjöðnun. Já, fer úr 9,9% niður í 9,7%. Já. Og þetta auðvitað mikil, gleði tíðindi og persónulega frekar óvænt. Því að maður sá alveg fyrir sér að bólgan myndi þennjast yfir þessi umtöluðu 10%. Sko? Ekki á Geira. Hann núna að lemja svona rakvélablaðinu í vaskinn. Aðeins að trimma skekki. Allt þetta sé fixt bara. Já. What else is new? Þessi verðbólga fer ekki yfir 10%. Nei, en það nú svo sem ekkert ómögulegt hún muni fara yfir 10%, þú veist, núna á næstu mælingum, en svona flesta spár gera þó ráð fyrir að svona staðbundum toppi sé náð, sko. Já. Þannig að en þú veist, getur allt gerst. Sko, ég vil aðeins renna bara yfir þetta, það má náttúrulega auðvitað áætla að þessar svæsnu stýrivaxtahækkanir undanfarið sé stórt vogarafl í þessari lækkandi verðbólgu. Jú. Nú, sko, ég fékk líka spurningu í vikunni varðandi það, hvernig á því staðið að vísitala neysluverðs var að hækka en verðbólgan að lækka. Ok. Og þessi spurning, hún á rétt á sér. En það eru ekki allir að velta sér upp úr þessu alla daga eins og við sófasérfræðingarnir, sko. Já. En eins og kannski einhverju hlustendur vita, þá tekur verðbólga mið af 12 mánaða breytingu á vísitölu neysluverðs. Já. Þannig að það sem 9,7% verðbólga þýðir að vísitala neysluverðs hefur hækkað 9,7% frá því í ágúst í fyrra, sem síðustu 12 mánuðum. En í síðasta mánuði, þá júlí, þá hafði vísitala neysluverðs hækkað 9,9% frá sama mánuði í fyrra. Já. Og ég hef útskýrt þetta gangverk verðbólgu áður í einhverjum þætti, en ég er svona verðt að draga þetta upp aftur þar sem að nú vísitalan að hækka en verðbólgan að lækka, sem getur verið villandi. Já. Þannig að þetta snýst allt þessa 12 mánaða hækkun vísitölu neysluverðs. En svo vissulega stóra spurningin, hvernig í ósköpunum þessi vísitala neysluverðs samsett? Þú veist, hvað þetta? Bara verið að mæla hækkanir á hvítum Monster og Skruf? Sko, fyrir mér, ég hef ekki hugmynd. Þá ertu komin á réttan stað. En það nú ekki alveg svo einfalt. Þetta ekki bara hvítum Monster og Skruf. Þetta sko, ég með svona svör í gróðum dráttum. Og sko, vísitala neysluverðs samsett að hvorki meira en 12 flokkum. Ok. Og sko, hver og eitt flokkur með nokkra undirliði og hver undirliði jafnvel með fleiri undirliði. Já. Og samtals telja þetta samkvæmt Hagstofu 269 liðir. Svo það kannski ekkit ólíklegt, þetta allt saman að hvítu Monster og Skruf kunni að falla þetta með. Já. En þessi 12 stóru flokkar, ef við förum aðeins í þá. Eru þeir vigtaðir jafnt eða? Nei, þeir nefnilega ekki vigtaðir jafnt. Þetta sko nummer 1, matur og drykkjavörur, 2, áfengi og tóbak, 3, föt og skór, 4, húsnæði, hit og rafmagn,
5 húsgögn, heimilisbúnaður og fleira, 6 heilsa, 7 ferðir og flutningar, 8 póstur og sími, 9 tómstundur og menning, 10 menntun, 11 hótel og veitingastæðir, 12 aðrar vörur og þjónusta. Sem sagt annar flokkur í þessu? Hvað segirðu? Já, og undir til dæmis, sko... Geta það ekki bara hendi... Akkur flokkaðu þetta ekki? Til dæmis matur og drykkur. Já. Það heill yfirflokkur. Svo flokkast það í matur og svo drykk, skilurðu. Undir mat eitthvað eins og kjöt og fiskur og jari. Og undir kjöt þú veist, nautakjöt, svínakjöt, lambakjöt, skilurðu. Þannig að þetta bara endalausir undirflokkar. Eins og ég segi, þetta 269 í heildina. En til að renna aðeins yfir þetta, þá stærsti liðurinn í þessari vísitölu neysluverð. Það þetta húsnæði, hitt og rafmagn, 29,2%. Það líklega stærsti útgjaldaliður flestra, þannig að kannski ekki nema eðlilegt að það telji hæsta vigtin í vísitölunni. Og þannig erum við að tala þennan húsnæðislið sem að reglulega talaði með að henda út. Einmitt. En það ekki neysla í rauninni? Month to month? Já, þú veist, það má færa rök fyrir því að auðvitað sé húsnæði neysla ef að þú byrði í því, sko. Já, en að einhverju leiti þetta fjárfesting. Fyrir flesta húsnæði ekkert nema neysla. Já, en sko neysla mín á mánuði afborganar á láninu. Ekki endilega hækkun á húsnæðisverði hjá einhverjum öðrum. Nei, en málið að sko húsnæðis... Það rökin, skilur, það búið að fara fram og tilbaka með þetta. Húsnæðisliðurinn, undirliðin þar sko greidd húsalega, reiknuð húsalega, viðhald og viðgerðir á húsnæði. Sko, ég sé ekki á þessu að það sé verið að fara eftir fasteigna verði per se, sko. Já, sem að, en þú veist, en ég verð að viðurkenna hér, þú veist, ég mannlegur. Hérna hendum við en disclaimer, og ég leitaði af þessari skýringu, en það rauninni húsaleigan sem tekin inn í þetta, en sko, ég ætla ekki að vera alhæfð því að það alltaf verið að tala um að verða á húsnæði sé til hækkunar, sko. Já, akkurat. En hér greidd húsalega og svo reiknuð húsalega, þetta skipt í tvennt. Gæti verið að þú veist, reiknuð húsalega taki mið eitthvað þróun á markaði, þú veist, á verði. Hér hendum við en disclaimer. Síðustu 2 mínútur á þessu hlaðvarpi, þetta meðalgrind. Við erum við meðalgrind. Já. Það það sem í gangi hérna. Klálega. En sko, svo næst á eftir húsnæði, þá kemur ferðir og flutningar. Það með 15,1% hlutdeild. Og undir því meðal annars kaupa á gasólín, rekstri ökutækja, bensínverð, flugfargjöld erlendis og innlendis, leigubílar og í raun bara endalaust fleira af einhverju svona. Og svo það þriðji stærsti sem matur og drykkjarvörur sem telur í raun bara það sama, 15,1%, en það munar örfáum aukastöðum. Og það náttúrulega endalaust af undirliðum eins og ég sagði kjöt, fiskur, mjólk, ostar, egg, oljur, ávextir, grænmeti, sykur, súkkulaði, sælgæti og fleira, sko. Nei. Ég sagði já svo oft í síðasta þætti, ég ræði með að byrja að segja nei. Þú segir bara nei, Nei. Og svo hver undirlið þar eins og ég sagði með fleiri undirflokka, með þess að jógurt með sin eigin undirflokk, sko. Nei. En hvað eru kartöflurnar? Kartöflurnar eru hérna undir, sko. Þannig að við erum þegar að Bjarni og Sjallarnir afnema hennar verndatóll á innlendri framleiðslu á kartöflum, þá sjáum við verðhjöðnun. Já, ætti að vera, sko, en eins og kartöflur hérna, það fellur undir grænmeti, kartöflur og fleira, það með 0,17% vægi í vísitölu neysluverðs. 0,17? Og ég fór að grafa upp dálítið svona skemmtilegt hérna, skemmtilegt inn í þessari vísitölu. Nú hérna liðurinn gæludýr. Það hefur 0,4% vikt í vísitölunni sem rúmlega 3-falt meira vægi heldur en kvikmyndahús til dæmis. En það ekki líka örlítið meira en leikhús. Og mér fannst ekki eðlilega fyndið að sjá hvað þetta gæludýr vóu mikið með að við margt sem maður hefur bara haldið að vægi talsveit meira eins og kaffi. Það ekki 0,31%. Og skartgripir og úr 0,33% og leikskólar sama 0,4%. Býtu, Já, þú veist, hver að velja þetta? Þetta meikar ekki sens. Já, gæludýr 0,4% vægi í vísitölu neysluverðs. Sko, það reyndar má ekki vanmeta. Já, þú veist, þjónusta heimilislækna 0,07% en höfum gæludýr í 0,4%. Já, sko, það sem ég ætla að segja, ég þori ekki að hjóla í, það bara ákveðni þjóðfélagshópar sem þú hjólar ekki í. Já. Þú vildi náttúrulega flytja á Akureyri þegar bönnuðu lausagöngu katta. Ég skil það. En ég þori ekki að taka slægi með það. Nei, þetta sko, þú veist,
Ég veit ekki, kannski þetta ekkert svo heimskulegt, það dýrt, þú veist, hundar, þetta bara komið á annað hvert heimili. Já, og ég meina... Þetta ekki ódýrt. Var ekki massíf aukning í COVID að fólk var að taka inn gældir? Jú, og svo náttúrulega bara læknaþjónustan í kringum þetta og annað, sko. Svo liggur við að það sé fólk sem að eyði meira í dýrin heldur en sjálft sig. Já, svo það. Þannig að þú veist, eins og ég segi, kannski á þetta rétt á sér, kannski á þetta jafnvel að vera hærra. Ætti ekki að vera svona 2%? Mér finnst það fyndi, ég sá bara leikhús 0,15 og, nei, þú veist, kvikmyndahús 0,15 og gæludýr. Með gæludýrin, hvað það sem við verðum að mæla? Sérðu undirflokkin þar eða? Nei, það rauninni bara gæludýr. Er þetta maturinn eða er þetta verð á hundum? Gæludýr undirflokkur undir menning og eitthvað Ætli við getum fengið bara ég tek fyrir og eftir lúxusvörur. Já, tómstundur og menning. Ég tek declineið í Rolexum. Hvernig verð á þeim hefur lækkað og bara lúxusi yfir höfuð, Hermes, töskum og eitthvað svona dóti. Ætli við getum fundið einhvern sem er að treyta border collier hunda og pug og... Komist inn í einhverja sérfræði vitund. Já, við vorum að rúlla þeim á 400 kall í COVID og þetta kom niður í 200 og... Já, það var reyndar áhugavert, sko. Ég meina það hlýtur að vera einhver hald utan verð á þessum hundum. Það er pottþétt einhver sérfræðingur í þessu, sko. Já, hvað kostar hundur? En svo rak ég líka augun í eitt. Kvenmannsföt, þau hafa meira vægi heldur en kallmannsföt. 34% hærra vægi, sem ég veist áhugavert, sko. Sko, eitt áhugavert. Ef þú skrifa hvað kostar hundur, þá kemur eiginlega ekkert upp. Nei. Bara fá sér hund 2018 grein. Já, ég þekki það ekki, sko. Nei. Ég man að ég keypti hund 2010 held ég. Já, en þetta vísitölu dót. Hann er farinn, rest in peace. Já, bara Guð blessi hann. Nero, rest in peace. Nero er gott nafn. Já. En allt þetta dót, þetta er ekki ríki sem heldur utanum þetta að mælda það. Er ekki ASI með verðlags eftirlit? Já, þetta er náttúrulega, sko, ekki vera að spurja með svona spurning. Nei, sorry. Náttúrulega Hagstofa heldur utan gögnin, sko. Það er hægt að sjá þetta inn á Hagstofu. Svo er náttúrulega Seðlabankinn auðvitað gefur þetta út, sko. Ég veit ekki nákvæmlega hver er með nákvæmt utanumhald á rannsókn, þú veist, þetta er náttúrulega, eins og ég segi, 269 undirliðir. Það þarf einhver að vera í þessu að kanna þetta. Það er einhver að hringja og... En hver er með eftirlit með eftirlitinu? Hvernig er þetta að kanna? Eru það við? Já, það verðist vera. Er verðast í okkur í þá stöðu? Við smá aðhald. En alltaf, ég vildi bara aðeins snerta á þessu. Ég held að almenningur viti ekkert alveg hversu mikið umfang er í kringum þess að blessu vísitölu okkar. Þess að þjóðareign. Umræðan líka snýst öll húsnæðisliðinn. Og við tveir meðalgreindir vitum ekki einu svona 100% hækkunna, lækkunna. Ég held ángríns að bara engin, þú veist, svo er það verðlagið. Það eru svona innan við 300 manns á landinu sem að vissu bara af, þú veist, hvert þau leita til að finna þessa undirliði, sko. Já. Þannig að, en maður hefur alltaf heyrt þessu slengt fram með húsnæðisliðin, sko. Og allavega samkvæmt mínum útskýringum sem ég sé hérna, þá er ekki, þú veist, markaðsverð á fasteignum undir þessum húsnæðislið. Heldur bara leiga og já, svona viðhald og annað, sko. Já, þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Er ekki að koma tími á að fáum bara einhvern hagfræðing hérna með okkur til að svona aðeins að... Já, bara veit okkur aðhald. Já, þú veist, bara vindi að þig. Bara henda þér á bakið, eina vindi, leifa þér að lofta. Þú sefur betur. Já, eina vindi. Já. Ég ætla að segja núna að þessi samantekt mínum vísitölu neysluverðs hafi verið í boði Baga. Já. Baga brauð. Já, það ekki? Við náðum Gústa. Kíktum á Gústafinn okkar í Baga síðasta föstudag. Og sko, ég sverða, við fengum hann gaf okkur kræsingar. Það var eitthvað þetta vínabrauðs croissant. Ég var bara í sjokki, þetta er besta bakkelsi sem ég nokkuð tíma látið ofan í mig. Það má Guð vita mikið að bakkelsi hefur farið ofan í mig, sko. Sko, þetta kom mér ekkert svakalega óvart. Ég og Gústi eru náttúrulega austarmenn. Við köllum þetta austfirsk alsæla. Þegar þið pjattarnir í Reykjavík eru búin að vera að leika ykkur með eitthvað annað, þá var hann að baka sonun í okkur og gefa okkur svona austfirska alsælu. Og það er þetta möndlu croissant. Já, möndlu eða vínabrauðs croissant eða hvað sem maður kallaði þetta, bara í Guðanna bænum, farið þarna inn og bara kaupið ykkur 2. Já. Ég hefði alveg getað getið annað, sko. Þetta er í alveg besti sem smakast. Baka, það er alltaf 2 ástæður til að mæta. Alltaf 2 ástæður. Það er baka á morgnana og það er baka á kvöldin. Já. Location, þetta er það sem gamla Lækjabrekka var. Veit allir hvað það er. Og þannig að bara í Guðanna bænum. Drífið ykkur þangað. Ég forðast aðeins og heitan eldin að vera á bíl niður í bæ. Þannig ég mæli með því að taka helgaferð, taka strætó. Strætó stoppar þarna rétt hjá. Þannig að bara að gera. Já, við erum ekki að auglýsa strætó. Nei, ekki séns. En það er fínt að taka strætó helgar. En já, allavega, ég segi, vildi bara aðeins snerta á þessu. Annars varst þú með einhverja Rolex samantekt þarna fyrir okkur eða ekki? Heyrðu, jú, við erum aðeins búin að vera að spá í postlistanum sem við erum að fara að senda út. Já.
kannski að einmitt að minnast á hann að fara inn á pingjan.is, skrá ykkur. Við erum bara svona safn í bankan og við gerum ráð fyrir bara í mjög náinni framtíð að fara að vera með virkar útsendingar þar, ekki samt neitt spam eða neitt þannig. Erum við ekki að fara að gefa peningana? Já, það er aldrei að vita. Ég var að hugsa 1000. sem skrá sig, við gefum honum allar auglýsingatekjur sem við fengið að pingjunni í 7 mánuði. Já, einmitt. Það er þitt lofvörð. Já, komum sem að skrifa þetta, allavega. Leggið þátt úr þínu megin. Já, við erum að vinna í okkar eigin vísitölu. Já. Og þetta er fyrir okkar stærstu bræður. Það er oft talað um okkar minnstu bræður, öreigarnir, þeir sem eru með minna á milli handana. Ja, bræður og systur. Já, okkar minnstu systur og bræður. En sko, það eru nokkri sjeffar að hlusta á okkur og það er okkar stærstu bræður og stærstu systur. Og eins og þú kannski veist, og maður hefur nú bara séð og orðið áskynja hérna í kringu sig í samfélaginu, þá hafa orðið til nokkri COVID-sjeffar og þau eru að hólka sér á ís síðastliðin 2 ár. Það sem þú kallar ís er náttúrulega það er kannski ekki Rolex, Patek Philippe, hvað heitir þetta, Audemars Piguet, Tudor og fleira gott. Þú ert sérfræðingurinn? Já, maður svona hefur orðið þess áskynja að það eru menn að hólka á sig. En Rolex er nefnilega mjög áhugavert apparat. Þetta er not for profit organization rekin frá Sviss. Hvað er þetta bulli mér núna? Nei, þetta er ekki fyrirtæki. Þetta er not for profit organization. Og ég ætlaði bara að taka svona létta yfirferð Rolex, því að ég held að flestir, þetta er svona það úrabrand sem flestir tengja við, mjög posh. En það á sér hansi áhugaverða sögu og er stofnaður 1905 í Englandi, London, Englandi, af þeim Hans Wilsdorf og Alfred Davis og hét upprannlega Wilsdorf og Davis 1905. Er það ekki bara sama ár og Kút kom til Íslands? Fyrsti stálbáturinn? Getur það ekki verið það? Þú ert sérfræðingur það líka. Hugsaðir, sama tíma. Ég held að það verið Kút. Ég veit að Titanic sökk 1912. Já, var það Jón Sigurðsson, fyrsti báturinn sem kom. Ég þekki ekki. Þú ert að líta illa út á meðal starfsbræður á systra þinna í sjávarútvegi núna? Já, ég hefði nátt að vera með eitthvað móla til hamingju með nýtt fiskveiðár, góður hlustendur og takk fyrir að gamla. En allavega, 1905, þá eru þeir bara að leika sér að úraperrast og búið til Rolex, skráð það samt ekki sem vörumerki fyrir 1908, 3 árum setna, svo er nafninu bara breytt 1915, þá verður þetta bara Rolex Watches. Sama ár, 5 árum setna, þá flytjaði starfsemina til Sviss. Veistu út af hverju? 1915, hvað er að gerast í Bretlandi? Eitthvað skattatengt örgla? Nei, það var ekki komið þá. Efnahagur og fyrir heimsstyrjöldin. Þú sækir í Beljuríkið Sviss, bara upp í sveit og hér er friður, hér sé friður til að búa til falleg úr. Og sko, bara hérna aðeins, private, þetta er Swiss Charitable Foundation sem þú ert ekki að trúa. Og ég sé hérna, samkvæmt einhverju Brandsetar report, veltan 2021 í fyrra, $13 miljardar, 13 B. Það sem þau framleiða 2 milljón úra og öll framleiðsla hjá þeim er mjög limited því að það er komin einhver mega eftirspurn. Maður hefur fengið að heyra það. Já, en þeir hafa ákveðið að halda sig bara, heyrðu, við framleiðum bara jafn marga, verðið hækka bara, eftirspurnin er aukast, fáum hagfræðing til að útskýra þetta betur fyrir okkur. Þetta gerir meðalverð upp á, ég var búinn að reikna þetta hérna, 6.500 eurur per úr 2021 og ég tók bara hérna, var ekki gengið 130 fyrra, ef ekki segja það? Já, 127. Já, veist, þetta er 830 skall á úrið. Ok, allt er góð með það. Er það ekki svona nokkur nærri lagi bara, þú veist? Jú, fyrir það. Þú veist, þeir eru þarna með fullt af útdýrir úrum sem væntanlega seljast í meira magni? Sko, þeir... Þú getur alveg fengið Rolex úr á 500 000. Já, einhver. Sko, ég þekki ekki alveg verðskalan, en þessi þekktust eru, nú Ásbjörn og fleiri góður eru að fara að drepa okkur, sko. Þetta heitir eitthvað Oyster Perpetual, Sea Dweller, Air King, Submariner sem er svona gateway. En allána, punkturinn er þessi, meðalverð frá Rolex 845, svo er náttúrulega eitthvað ódýrara, eins og þú segir. Það sem er eins og var áhugavert með þetta er að umboðsaðila Rolex úra allstaðar í heiminum er í rauninni bara með fast verð frá Rolex sjálfum, eins konar bara samúræjar, þeir bara vinna fyrir keisjaran. Og út af því að það er limited supply, en bilu eftirspurn, þá er fólk á listum eftir að kaupa þessi úr og það er í rauninni á eftirmarkanum sem allt hafar í þér. Já, það er þessi svarti markaður í rauninni, að þú veist,
Já, og ég er með hérna dæmi sko úr sem þú gast verið að kaupa. Nú fór ég með ónefndum aðila einu sinni í úrabúð. Já. Og þú ert bara spurður, ætlar að selja þetta áfram. Já, þau eru náttúrulega þetta er bara pólisía hjá þeim. Þau bara reyna að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að koma staði í. Hver þínar áætlanir eru með þetta úr? Já, sko, það sem ég ætla að koma inn á er að ef þú kemst á lista fyrir ákveðin úr, það eru dæmið þess efnis, að þú getur keypt á kannski segjum bara 600-700 skall, þá ertu bara með garantít sölu og 2,5-3 milljónir bara daginn sem þú færð úr í hendurnar. Já, bara leið og labbar út úr búðinni. Já, og þetta er ekkert sér íslenskt, þetta er náttúrulega Mikkelsen þau sem sjá Rolex-úrun hér á landi, en þetta er bara worldwide. Og sko fréttapunkturinn hjá mér var í rauninni þessi að þetta er að koma niður núna og má merkja það, sko, ber þess efni, þessi frétt frá Kína. Það sem hafa verið mjög, svona, hvað getur við sagt, svæsnar sveiflur niður og við undanfari. En bara til að klára þetta er í rauninni bara hrein högnun sem hefur átt í stað út af því að Rolex hérna heima má bara ekki, þeir vita örugglega pottþétt. Fólki út í búð, heyrðu, þessi gæi er að kaupa þetta á 1.000.000 og hann er að fara að selja þetta á 3 ár á eftir. Eða flýgu til London eða Köpen eða eitthvað, út af því að eftirspurnin á eftirmarkaði er svo mikil. Þau megi ekki hækka, skilst mér. Og þetta heitir hrein högnun. Ég ætla að koma með eitt annað dæmi af hreinni högnun hér á landi, sem held ég búið að taka fyrir. Þekkti einu sinni strák, eða þekki strák, sem var í þessu. Hann var búinn að fatta að þú gast keypt Fernet Branca og Grand Marnier í fríhöfninni þegar þú kemur til Íslands. Á einhvern 8 skall, 3 skall og Grand Marnier á 5 skall. Þetta er þá vín eða hvað? Já. Svo kemur hann inn í landið og fer bara í vínbúðun einhvers staðar og skilar þessu. Og þú þarft ekki nótu út af því að ríkið var með einokun. Ég hef heyrt þetta áður. Já, og það var heldur tekið fyrir þetta. Þeir föttuðu á endanum bara, heyrðu, fólk er hérna bara... Þetta er rauninni það sem við köllum bara arbitrage. Þetta er rauninni... Hrein högnun. Já, hrein högnun er bara hreint hagnaðartækifæri. Þannig að ég ætla að vera með svona bara... Og þetta er eiginlega bara svona sér þáttur út af fyrir sig, sko, að tala arbitrage, sko, því að þetta tvent er bara dæmi þessa högnun, sko, þú ert bara með garantín profit raunni, sko. Svo þekkist þetta náttúrulega líka í veðmálaheimum. Já. Að vera á milli markað, finna glufur. Já, algjörlega. Ég ætla að koma bara hérna að lokum, sko, talað hérna Rolex Submariner sem er úr sem kostar svona 800-900 til 1,2-3 ár út í búð. Það verður allt einhverja mismöndi típur og ólar og perrarnir sjáum það. Hækkuðu 240% árið 2021 að mestu drifið að bara lágum vöxtum og því hagkerfi sem er búin að búa við undanfari ár og þau eru núna bara hraður í niðurleið, búin að lækka síns með 46% sem er samt ekkert nálægt við hvað er búið að hækka. En þetta er að koma niður og það er eitt hérna sem er bent á með þetta út af því að í Kína þá er oft kannski pínu, þetta er ekki eins og verðlagseftirliti hérna heima, við erum kannski ekki alveg að geta treyst öllum hagtölum sem koma. Þá er verið að benda á að þetta sé kannski svona einn indikatorum af gráamarkanum sem sýnir hvernig hagkerfi í Kína er að kólna út af því að braskararnir eru farin að losa úrinn. Hagtöluna sýna ekkert endilega efnaðurinn sé á hraðri niðurleiði í droppi. En þau eru samt eitt af fáum hagkerfum sem er að lækka stýrivexti sem er þá væntanlega til örvunar. En svona til að sitja í samhengið þá er verið að segja þarna út af því að ríka fólki er bara farið í massavís að droppa þessum úrum sem það keypti í dýrum dómi. Bara Liquidate, we need some cash. Að þá hérna gæti eitthvað verið að... Já, þetta er eitthvað áhugaverð pæling, sko. Já, líka sko, það er nefnt hérna út af þessu Zero COVID policy, þeir eru ennþá bara þar. Ef það finnst eitt smit í einhverju verslunarmiðstöð þá er þeirri verslunarmiðstöð bara lokað og allir greindir. Sem að maður held að vera liðin tíð, en svo er ekki. Nei. Heyrðu, bara loka þessu. Baráttan heldur áfram. Já, bara loka þessu. Boom time is over. En dýrasta selda úr sem ég sé, Rolex, uppbóð 2017, Rolex Daytona frá 1968 á $17,5 million. Já, það er ekkert minna. Nei. Ok, sko, non-profit organization. Er það samt ekki kjaftaði? Ertu múin að kíkja ársreining hjá þeim með það? Nei, þetta er ekki kjaftaði. Þetta er not for profit. Og þú veist, þau borga þá bara laun og... Þau eru með 30.000 starfsmenn, kom ég því ekki að? Nei, þú komst því ekki að. En ég meina, hvernig er álagningin til dæmis Mikkelsen? Þú veist, hvað eru þeir sé að kaupa á hárið álagningu? Við erum bara að kíkja á Mikkelsen eða? Við getum nú bara kíkt á Mikkelsen við tækifæri. Reikningin á þeim. Já, það er þetta góðu punktur. Ég held að það,
Það var góð hugmynd. Ég ætla að Því að skráða þau eru... Fært til bókar. Já, gerum það. Já. Svo megum við aldrei aftur koma þangað inn. Nei. En nei, þú veist, þetta er áhugavert og líka með þessi úr, Rolex, þetta er POS, þú sér þetta í formúlinni, þetta eru, þú veist, auglýsingarnar hjá þeim eru handvaldar á svona high-end staði. Já. Og þetta bara... Meðal annars hérna Wimbledon og er þetta ekki búið að vera að sponsa það? Jú, tennisi, sko. Og þetta náttúrulega bara öskrar á, hvað heitir, ég er alveg týndur í dag. Hvað er með það? Orðatiltæki sem þú varst með, læsiskurvan eða eitthvað, með eftirspurnina, sko, eftir því sem verður dýrara, basically. Gini-stuðlinn? Gini-stuðlinn í rauninni, sko, því að þú veist, úri pörsi, það er ekkert sem gerir þetta úri eitthvað betra. Nei, já, einmitt. Þetta er bara brand power að miklu leyti einmitt. Og affinity og allt það. Já, nei, það var annar nafn á þessu. Þetta var ég man það ekki. En skilur þú hvað er að fara? Já, einmitt. Þetta er ég meina þessi úr... Giffer vara, eða ekki? Jú. Giffer, annarkvort. Nei, ég meina, þú ert ekki að kaupa þér úr á 1,2 og þú þarft að kafa á 300 metra dýpi. Nei, einmitt. Eða þú ætlar að trekkja það sjálfur í gang. Þetta er bara fjárfesting. Þú veist, þá væri bara með iPhone úr eða... Einmitt. En, aukakrónunar. Já. To sharpen our mind. Já. Við erum með stóra fréttir. Það er vettvangur sem þú getur ekki tapað á. Nei. Tölvunarfræðideild Landsbankans var að hlusta í síðustu viku. Það er víst. Já. Því að við vorum að ræða, Hjálmar segir, hann er fan. Já. Hann borgar jólagjafana handa konunni, eins og ég, með aukakrónunum. En það hefur alltaf verið vandamál og þú getur ekki borgað með símanum eins og hefur komið með kortin. Einmitt, þú þarft að vera með plastið. Og ég ránglega steig fram og sagði víst, það er víst hægt. Nei, en svo kemur það í ljósa að svo er ekki. Nei, svo er ekki. En þau hlustuðu á þáttinn og þau var bara að byrja, þetta er vandamál. Þannig að þau eru bara að vinna í þessu, þetta er bara á leiðinni. Þetta verður bara núna í mánuðum, það var talað 2 vikur, cirka. Þú getur fengið þetta bara í símann og borgað. En þetta er náttúrulega bara brilljant, eins og þú segir, cashback-kerfi. Og þarf ekki að vera viðskiptavinur Landsbankans, Jesús. Og þetta er náttúrulega, bara brilljant upp á það að gera að þú ert í rauninni að fá aukakrónur á allri innlendri veltu. Og svo ertu með einhverja 250 pluss samstagsaðila sem þú ert að fá bara sérstök tilbúð á, eins og Dominos og Walk-On og fleira eins og við nefndum hérna í síðasta þætti. Og hingað til hefur þetta verið hefur þetta safnast inn á þetta úttæktakort sem er bara í plastinu núna, en það verður komið í símana. Já, akkurat. Og það er hægt að sækjum þetta á heimasíðinu og í appinu. Þetta eru 66.000 manns eða þarum bil sem eru núna í þessu. Já, þetta er bara í hagkerfi. Í guðanabænum láttu þið ekki vanta. Það er með litla bút, skottastu til að skrá þig. Segið það. Svo er ég með eitt prakkararáð. Nú? Fyrir prakkara. Já. Því að við vitum að prakkarar elska Dominos. Já. Að það er hægt að skrá aukakrónukortið inn í Dominos-appið. Þú ert að borga. Já, og fekk cashbacki bara át og af þér. Alveg einmitt, sko. Er þetta nokkuð skoðan arbitrage? Já, í rauninni, það er bara hrein högnun hann. Já, það er bara hrein högnun. En sko, þetta er fyrir mennina sem ég þekki sem er enn að gera dyrat og svona. Það eru prakkarar, sko. Bara hlaup út alla trissur, gera dyrat. Svo áður við stað þá bara kom þér heim, panta pítsu og takk aukakrónur. Og ekkert kjaftaði. Nei. En svo var nú önnur fréttjarna sem að, svona hálf klúðursleg. Já, vakti athygli. Og vakti mikla athygli og það er sín. Já. Og stjórnarkjörið þarinn. Já, þetta er sko, við fengum skúp. Já, það var eitthvað skúp. Sko, það var náttúrulega fyrir mánuð síðan, gerist það, Heiðar Selur. Já. Það væri gaman að fá Heiðar í þátt, svona uppgjörsþátt. Alveg klálega. Hann er prakkari. Fara yfir, já. Ég held að Heiðar sé prakkari. Það? Hann er enn að gera dyrat. Nei, ég meina, þú veist, þessi maður bara, fórum á fund með honum. Já. Það er bara, ég hef aldrei bara upplifað aðra eins áru. Við þekkjum hann, ég er að djóka, hann er ekki prakkari, hann er flottur. Þessi maður er með svar við öllu, getum orðað þannig. En nei, það vakti athygli í gær, ég held að vera í gær eða fyrradag, að sem sagt, Gavi Invest, sem að keiftu Heiðarslut og gott betur, og kölluðu fram á hlutafund, bjóða fram 2 sleggjur, má segja, Jón Skaftason, sem er svona fyrrverandi starfsmaður allavega sín hlutans, eða 365, og svo Reynir Grétar, sem er nú bara, hvað er það, bara kafbátur? Já, bara, þú veist, svakalegur. Hefur bara flugmóðurskip í fjárfestingu. Bara þungavittar, þetta er hvalur. Já, hann komst til dæmis ekki inn, sem er svakalegt högg, fyrir út að leggja þessa fjármun undir. Og ég heyri þá skýningu, út af því að það er kynjakvóta regla á íslensku markaði, sem er ekki takt að setja út á, sem er bara fair enough, það er bara búið að vera lengi, að það voru sömu 2 konur aftur í frambúði. Já.
Jón og Reynir bjóða sig fram úr sínum hópi og ekki kona þar með tali eru konurnar sjálfkjörnar og líbarnir sem eiga á móti þeim hugsa þá bara, ok, þannig að það er sjálfkjöri fyrir 2 konur þá teflum við bara fram okkar mönnum Hvað getum við gert? Já. Þetta er ekki flókið. Nei, en ég veit ekki hvað gerist. Þetta er bara svona, þetta er fréttaskynning, ég heyrði þetta og maður svona, já, ok. Þetta er skúp, emitt. Þetta er áhugavert, sko, að, þú veist, hugsa út í allt sem þú þarft að hugsa út í þegar þú ert að koma þér inn í stjórn og þú veist, þú ert bara að gera svona stóra fjárfestingu en að klikka á þessu, skilur við? Já, þetta er... Hvað þarf? Svo er þetta klikka og ekki klikka. Maður veit ekki. Ég myndi segja að 2 stjórnarmenn hlýtur að vera vonbrigði. Reynir sagði það held ég bara sjálfur. Já. Og þú veist, að sitja alla þessa fjármuni og ná ekki... Áfalli, sko. Já, en ég myndi örugglega góðar 2 konur sem eru í stjórn. Þær voru þarna fyrir og allt það. En það hlýtur eitthvað að hafa klikkað í þangaganginu. Já, emitt. Við þetta, þannig að verðum við ekki bara gefa þeim smá veljaðan í vör og... Jú, ég held það. Fá sér inn að skrufi bara og slaka á 18+. Já. Komið nóga kemikal bara beint í skrufið, sko. Já, og við þökkum þeim bara fyrir samstarfið. Ég vil að hnusa. Já. Því að í þökk sér forræðishyggju og... Þá eru þau á leiðin út. Sjölunum og fleiri góðan pólitíkusum sem eru við líði í dag. Já. Þá er búið að banna þessar auglýsingar, þannig að þetta er síðasti þáttur tekin upp 31. ágúst. Já. Birtist hann 1. september. Já, annan. Já. En, bara við hvetjum ykkur bara til að hlaupa út í Svens. Þetta verður ennþá til sölu á öllum helstu stöðum. Þetta verður ennþá gamla stöffið, gamla góða stöffið fyrir 18+. Við bara meðum ekki segja ykkur frá því. Nei. Ekki orðið það meir? Nei, eitt að lokum, síðan þú komin á. Er ég að taka þér tíma? Alls ekki, sko. Er ég að stela þér andrúmsloft í þessu stúdíu? Er það sem þú ert að segja mér? Þú ert að eyða súrefni. Já. Nei, þetta var svona frekar... Já, þú veist, svona það sem helst bara á góma hjá mér var bara lækkun markaðarins og svo vísitala neysluverð, sko. Það er svona mína stór fréttir, sko. Ég ætlaði bara að koma með smá, það er oft eftir ásreikningaþættin okkar. Við erum svo stressaðir, við erum svo mauk stressaðir inn í þessa þætti. Maður bara skelfur. Alveg skjálfandi á beinunum. Skelfur með tyggjóðu og bara tyggur í gegnum þetta. Þá fær maður svona hugdettur eftir á. Og ég var á brettinu, All-Class Smáralind. Og þá tek ég eftir því að Pepsi Max er á auglýsingu fyrir fram að hlaupa. Já. Og þetta er sko orkustöðin hérna í Kópavogi. Já. Og maður fyrir að hugsa, vá hvað þetta er brilljant. Ég sé allt í einu auglýsingaskilt í hillingum. En þannig eru menn augljóslega búin að selja slottið út af því að þú ert örugglega með 1000 manns á brettinu þarna í gegnum daginn. Já. Þá fyrir ég að hugsa annað. Observation. Sorry, þetta er langklokka. Nei, ekkert mál. Þetta er bara þangagangur. Og því er ekki jafn stressað. Þetta er viskumóli. Já. Bensínstöðar eru á undanhaldi í Reykjavík og fleiri stöðum. En það er eitt sem alla bensínstöðar eru með. Það eru þessi held skilti. Þú veist bensínverðið alls staðar. Já, algjörlega. Er þetta jável óvirkur innviður? Já, óvirkur innviður. Ok, þannig er ég að hugsa. Er skel núna á bæði þetta að fara að nýta sínar stöðvar mögulega til að henda upp svona skiltum út allan bæ. Gætu gert það. 3. Hlustaðu nú. Vinkun okkar í Dýbind og Pingjan segir við mig að það er samkeppni við Billboard á Íslandi. Fyrirtæki sem heitir LED Birtingar. Það er nú eitthvað minna. Já, en býttu nú, 3 og hlustaðu nú. Veistu hver er skráður eigandi þar? Ingibjörg Stefania Pálmadóttir. Já. Hvað er hún? Já, hún er eiginkona Jóns Ásgeirs. Já, hún er náttúrulega bara fjárfesti fyrst og fremst. Hann er maðurinn hennar. Vertu ekki með þess að kynja hvarða hennar. Ég er að segja þau eiga það er náttúrulega skel. tengingin við skel. Kaldalón. Algjörlega. Heyrðu. Ég náði þessu strax. Sko, þetta er þrívíða skák sem við erum að spila hérna. Þau eru ekki með, en við erum að lesa leikinn. Þau eru að fara að henda upp þessum LED-skiltum á allar löðustöðar, öll bensínskilti og öll að lyfjabúðir sem eru. Er fólk að fá sykur í sultuna sína undir lok kaffisins? Er spurning samt sko, þú vilt alltaf birta þetta bensínverð, skilur? Já, en þú veist, svo þegar það fer að hætta, þá ertu með skiltinu upp mjög langt í að það fara að hætta þannig sko. Nei, ég meina Reykjavíkurborg er búin að, eða þú veist, ok, þetta er 5-10 ára bett. Já, en þau eru með innviðina. Þetta verður ekki komið bara í eitthvað app og fólk hættir að spá í hvort það sé einhver standur með bensínverðinu, skilur? Nei, kallið minn, því að umferðin er alltaf að lengjast. Sko, ég veit hvar ég kaupi bensín bara út að ég finn þær upplýsingar á netinu, sko. Já, ég er ekki það er ekkert svona skilti sem hefur áhrif á mig
ég ætla að taka bensín hér. Ég bara að tala strategic betið á bakvið að LED-birtingar kom inn á... Ég veit það, skilur. Ég að segja að það gæti einmitt verið styttra en við höldum í að þessar verðbirtingar á bensíni bara fari, sko. Já, og hvað kemur í stað? Ég að segja það. Þetta náttúrulega briljant, sko. Vá, hvað, ég að lesa leikinn? Já, ég ekki frá því, sko. Sko, þetta að verða hlaðvarp fyrir fólk yfir meðalgrunnt. Eða búið að hlusta þetta lag. Þetta fór svona stigvaxandi. Að lokum. Bara, góða helgi. Já, góða helgi. Ef þið eru með vöflur eða pönnukökubóð og segjum að bjóða góða sultu, segið sögun af LED-skiltunum og hvort að það sé sultan sem þú vilt út á pönsuna þína. Algjörlega. Er hún 100% eigandi af þessum? Nei, hún er náttúrulega 39,92%. Er Jón Ásgeir ekkert inn í þessu svona í beinu eignarhaldi eða? Sko, ég get ekki eins og Lent og Kitty gera allt fyrir okkur. En því miður geta þær ekki gefið upp ásetning því þetta er stofnað í janúar 2021 og ekki komin á. Það er bara ekki komið, því miður. En athyglisvert enga síður. En já, við þá bara þökkum fyrir þáttinn í dag og við viljum minna ykkur á það að það er Dýbind og Pingjan. Og svo er það pingjan.is, þar sem þið getur skráð ykkur á postlista. Já. Og svo, ef þið hafið tíma, followið okkur á Spotify eða Apple og ég vil að gefa rating. Þá förum við sáttur inn í helgina. Já. Annars bara þangað til næst, verið sæl. Verið sæl og góða helgi.